Komið sælir áhundu góður og verið velkomnir í þennan þriðja þátt af sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi. Í þeim fyrsta fjöllum við húsnæðismálin sem voru í lamasessi lengi fram eftir síðustu öld og í öðrum þættinum fjöllum við samningsréttin og vinnutímann. Rétturinn var nánast enginn lengi fram eftir síðustu öld og vinnutíminn ómældur. Og núna ætlum við að skoða kvennabaráttuna og jafnréttismálin. Því hafi verkakarlar haft það skítt á síðustu öld, þá voru verkakonur í ennþá verri stöðu. Lengst af Íslandsbyggð var stundað sjálfsþurftabúskapur til sveita, þar sem helgasta markmið kvendagsins var að eiga í sig og á. Dalakofinn var jafnt heimili og vinnustaður og svo sjálfsagt þótti að allir tækju til hendinni, konur jafnt sem karlar, börnin öll og gamalmennin, að engin starfstitlar voru komnir til sögunar. Á bændaheimilinu var ekki litið á vinnufólk sem sérstaka stétt, heldur var það ávallt talið með börnum húsráðanda, hvort heldur var vinnumenn eða vinnukonur að ræða. Vinnumennskan var í þessum skilningi ekki starf, heldur lífskeið í beinu framhaldi af barnæskunni, þar sem hver kona og karl hlaut undirbúning fyrir stofnun eigin bændaheimilis. En fráleitt náðu allir fullorðnir þeim frama að verða húsbóndi og húsfreyja á sinni jörð. Miðbik 19. aldar, þegar 82% þjóðarinnar lifðu af landbúnaði, fór hagur alþýðunnar loksins að batna eitthvað að ráði eftir einangrun og fátækt fyrri alda. Og fyrir vikið fjölgaði landsmönnum svo skart að jarðnæði var orðið af skornum skammti þegar líða tók á öldina. Afleiðingin var sú að ráðamenn settu reglur það hverjir mættu koma sér upp búi og hverjir ekki og einnig hvaða fólk mætti giftast og stofna heimili. Skilgreiningin á húsbændum og hjúum varð öllum skýr. Þessi skikkanmála kom ver niður á konum en körlum. Konur voru umtalsvert fleiri í landinu en karlar þetta leyti, enda lifðu þær lengur, einkum og sérlega vegna tíðra sjóslysa hringinn í kringum landið, sem hjuggu stór skörð í flokk íslenskra karla á besta aldri. Hlutfall ógiftra kvenna hér á landi var því óvanlega hátt miðað við önnur Evrópulönd og fjölmargar konur urðu fyrir vikið aldrei húsmæður á eigin heimili. Í byrjun 19. aldar var það því svo að fjórða hver kona á 50-aldri var ógift en aðeins 10. hver karlmaður. Margra kvenna beið því það hlutskipti eitt að lifa sem einstæðar vinnukonur og þjóna öðrum alla ævi, þótt sumar fengju raunar að giftast seinna, svo fremi þær voru komnar úr barneign. Og þetta var engin þægileg innivinna, enda þurftu vinnukonur iðulega að ganga í karlmannsverk þegar flestir vinnumenn og jafnvel bændur fóru á vertíð yfir veturinn. Laun vinnukvenna voru hins vegar helmingi lægri en vinnumannana og það þótti hæfilegt í anda þeirra tíma viðhorfa. Konur, borðuðu jú minna en karlar, þurftu ekki jafnsterk vinnuföt og áttu þessu utan að halda sig heima við í fásinnu og vera ekkert að flengjast á milli landshorna. Hefðin kenndi mönnum að kvennastörf voru til færri fiska metin af því að konur voru neðar en karlar í þjóðfélagsstiganum. Já, það er ekki laust við að maður verði svolítið aumur inn í sér við að rifja upp þessa sögu formæður okkar sem voru í besta falli annarsflokks í samfélaginu svo öldum skipti og þetta var óskapleg barátta. Ef við skoðum störf kvenna aftur í tímann, þá náttúrulega kemur fyrst í hugan vinnukonan, störf vinnukonunnar. Það var ansi erfitt og þær unnu sömu störf og kallarnir en fengu kannski bara 1/3 af þeirra launum. Og eftir langan tíma, langan dag út á engjum, þá komu þær heim og þá þurftu þær að byrja á því að draga sokkaplögg, vot sokkaplögg af köllum og setja til þerris áður en það gátu farið að sinna sjálfum sér. Og það er ekkert óeðlilegt að þegar að þéttbýliskjarnarnir fara að myndast, svona aldamótin 1900 og svolítið fyrr, að þá náttúrulega flykkjast konur á mölina. Það láta ekki bjóða sér þessa vinnu aðstæður að því ekki bara að þræla allan daginn, þá voru það náttúrulega líka beittar bara grófu kynferðislegu áreiti og ofbeldi. Og þó svo að það sé ekki búið að rannsaka það mjög fræðilega, að þá náttúrulega alla dagbækur og frásögur segja bara ljótar sögur. Þannig að það er ekkert skrítið þó að þær hafi viljað leita að einhverju öðru. Og svo gerist það aldamótin að þéttbýliskjarnarnir myndast og konur fara að vinna
eins og til dæmis komið til Akureyrar, Reykjavíkur, fyrir austan, vestur á fjörðum, Suðurnesjunum, þar sem að var fiskur. Þar mynduðust þéttbýliskjarnarnir og þær unnu við saltfiskverkun og til dæmis við kolaburð og enn hélt launamunurinn áfram. Þær voru að fá kannski helming af launum karla við sambærileg störf og þetta voru mjög erfið störf, líkamlega erfið og konur tóku sannarlega þátt í iðnbyltingunni sem að var með togaraútgerð og eflingu fiskiskipaflotans hér við strendur landsins, að því þær unnu aflan, þær unnu þetta verðmæti sem kom úr sjónum og gerðu ennþá verðmætara, en fengu bara hluta af launum karla. Segir Maríanna Traustadóttir sem kann þessa sögu auðvitað upp á 10 og talandi um sögu, þá skulum við halda svo sem eins og 2 mannsaldra aftur í tíman. Íslenskt samfélag breyttist hratt og mikið og upp úr 1900 þegar sístækkandi kaupstaðir landsins freistuðu unga fólksins meira en gamla sveitin. Það var enda svo að alls konar vinna var í boði, ólíkt fyrri öldum, ekki bara í fiskvinnslu og annarri hafnarvinnu eða húsasmíði og vegagerð, heldur við ræstingar, afgreiðslustörf, umönnun sjúkra, barnagæslu, kennslu og mikil spurn var líka eftir ráðskonum á heimilum heldra fólks á mölinni. Það vantaði vinnufúsar hendur eftir því sem atvinnulífið í landinu varð fjölbreyttara og kröftugara. En það breytti samt ekki því að við dagsbrún síðustu aldar báru konur ennþá helmingi minna og bítum en karlar. Það var bara þannig. En vakning verkafólks rétt sinn og kjör sem hófst á þessum tíma þjóðflutningana úr sveitum í borg og bæi var þó ekki aðeins á meðal karla. Konur fóru líka í ríkari mæli að taka til sinna ráða eftir því sem árum nýrrar aldar fjölgaði. Þar markar árið 1912 mikil þáttaskil, en þá fóru konur í fyrsta sinn í verkfall hér á landi, svo vitað sé. Það voru fiskverkakonur í Hafnarfirði sem kröfðust launahækkunar og kannski vonum seinna, því árum saman höfðu kvenréttindakonur, en þó ekki síður erlendir gestir á landinu, hneykslast á því opinberlega að þær konur sem unnu sömu störf og karlar í verkamannavinnu, báru kóla og saltpoka á bakinu eða ýttu á undan sér fullum börum á saltfiski, voru aðeins hálfdrættingar karlana fyrir sama erfiðið. Býttin voru á þann við í Hafnarfirði árið 1912 að konur fengu 15 aura á tíman en karlar 30 aura. Krafan var hækkun upp í 18 aura eða sem nam 60% af launum karla. Verkfalli stóð í 1 dag og náði krafan fram að ganga. Svo mikilvægt var vinnuframlag kvenna þótt lágt var í launað. Já, 3 aura hækkun var í höfn. Það var ekki beðið mikið meira. Viðhorfin eru auðvitað þau að það er ekki litið á konur sem fullgilt vinnuafl og lengi er þetta þannig að laun kvenna eru tilskilin helmingur af launum karla eða svona kannski upp undir 2/3. Já. Og þannig er þetta svona alveg fram 1960. Það er nú ekki lengra síðan. Fyrstu verkakvennafélögin þau verða til á svona og eftir 1910. Það er einhver félög stofnuð svona í kringu 1910 og verkakvennafélagið Framsókn er svo stofnað 1914. Og það er auðvitað á brattan að sækja fyrir þessi félög. Það er ennþá brattara heldur en fyrir verkakarlana af því að hér að það er við þessi viðhorf að eiga. Átti þá bara karlmaðurinn að sjá fyrir heimilinu og konan að vera eins og stundum var sagt bak við eldavélina? Já, sko viðhorfin eru þessi eins og kemur fram í manntölum sem eru tekin á 10 ára fresti. Þá eru kallaðir framfærendur og hver eru framfærið. Það eru börnin náttúrulega og svo konurnar. Þannig var þetta langt fram eftir 20. öld að svona voru viðhorf til kvenna. Jafnvel fram yfir miðja síðustu öld? Já, bara fram yfir miðja síðustu öld að þá var þetta svona. Og lengi framan af, bara 20. öld, þá voru konur á sama taxta og unglingar eða ungi drengir.
Það voru til unglingatextar sem að konur fengu líka. Þannig að, og svo á sama tíma, það líka svolítið áhugavert að skoða þetta, og á sama tíma og þörf á starfskrafti kvenna, því þjóðfélagið var að breytast og það þurfti að bjarga afurðum úr hafinu og allir voru sammála þetta mikilvæga framlag kvenna. Að þá á sama tíma var þessi umræða móðurhlutverkið, húsmóðurhlutverkið, fyrirvinnu hugmyndina, semst að karlinn væri fyrirvinnan og hann átti að sjá konu og börn og konan ætti ef til frekar að vera heima. Þannig að það er þessi svona tvíhyggja og tvískinnungsháttur sem í gangi. Og ég veit ekki hvort að það var notað til þess að halda laununum niðri, að þessi menning, þessi umræða að þó svo að kona væri mikilvæg, að þá væri hún ekki fyrirvinnan. En á þessi tíma voru alveg svo í dag, þá voru fjöldi kvenna sem voru fyrirvinnur. Og því miður verður nú að segjast eins og að verkalýðshreyfingin sinnti kannski ekkert sérstaklega vel málefni verkakvenna. Auðvitað styður hreyfingin við það að félög verkakvenna verði til, en að konur komist mikið í forustusveit innan verkalýðshreyfingarinnar eða hafi mikil áhrif í þá átt að móta kröfugerð verkalýðshreyfingarinnar, það þurfti nú að bíða lengi eftir því að það tækist. Segir höfundur 100 ára sögu Alþýðusambands Íslands. En að afloknum auglýsingum skulum við halda áfram að rifja upp sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi og þátt kvennabaráttunnar í henni. Komið sælir áhorfendur á Nýja leik, við erum að rifja upp sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi og þátt kvennabaráttunnar í henni, og þegar við förum tilbaka langt aftur í tímann þá áttum við okkur á því að þessi saga er jafn stór og hún er átakanleg. Höldum eina öld aftur í tímann. Annar áratugur síðustu aldar markaði en mikilvægustu kaflaskil í réttindabaráttu kvenna á Íslandi. Ekki einasta fóru verkakonur þá fyrst í verkfall 1912 og stofnuðu sitt fyrsta verkakvennafélag 1914, heldur fengu þær þetta leyti rétt til alls náms, embætta og styrkja, og þar með urðu íslenskar konur þær fyrstu í heiminum til að njóta slíkra réttinda. Lögin tóku mið af stofnun fyrsta íslenska háskólans og strax haustið settist fyrsta konan þar á skólabekk, Kristín Ólafsdóttir, sem síðar var læknir. Og það var líka einmitt á þessum árum, nánar tiltekið 1915, sem konur fengu einnig kosningarétt hér á landi, væru þær orðnar 40 ára aldri, en viðlíka upphefð og viðurkenning þótti þá ennþá óhugsandi aðrar jarðir heimskringlunar. Og aðeins árið seinna bauð fyrsta konan sig fram til Alþingis, Bríet Bjarnhéðinsdóttir, og var kjörin varamaður en tók aldrei sæti, ólíkt Ingibjörgu H. Bjarnason, sem 6 árum síðar varð fyrsta konan sem kjörin var til Alþingis. En hvað sem þessum merku áföngum leið, áttu konur ennþá undir högg að sækja út á vinnumarkanum á Íslandi. Það skiptu viðhorfin auðvitað mestu og sá aldagamli þangangangur sem viðgekkst raunar langt fram eftir 20. öldinni, að karlar væru fyrirvinur og að konur væru í umsjá þeirra. Við stofnun Alþýðusambands Íslands á útmánuðu 1916 var það því svo að verkalýðshreyfing var aðalega hugsuð fyrir verka karla og réttindabaráttan úti á vinnumarkanum átti fyrst og síðast að bæta hag þeirra. Konur voru heldur ekkert sérstaklega velkomnar í verkalýðsfélögin til að byrja með og voru ástæðarnar margþættar, svo sem ótti við samkeppni við konur, þær tækju vinnu frá körlum og væru jafnvel eftirsóttari til vinnu en þeir vegna þess að þær fengu lægri laun, og það var jafnvel talið að aðild kvenna geti haft slæm áhrif á siðgæði innan félagsins. Það kom því einkum til kasta annars félags, Kvenréttindafélags Íslands, að halda merkjum verkakvenna á lofti á þessum tíma. ASÍ studdi vissulega baráttu þeirra út hjá vinnumarkanum, en það var aftur á móti Kvenréttindafélagið sem hrinti réttarbótunum í framkvæmd. Og þungin í þeim efnum varð sífellt meiri eftir því sem fleiri verkakvennafélögum óx fiskur hrygg, og það augljósa komst meira í umræðuna að konur væru beittar hróplegu misrétti á vinnustöðum landsins. Hér duga 2 dæmi. Þegar eitt af merkari félögum fyrir tíðar, ASB,
Félag afgreiðslu stúlkna í brauð- og mjólkurbúðum var stofnað 1933, bjuggu stúlkur sem unnu í þessum búðum við ótrúlega léleg kjör. Það var jafnvel svo að kaup var greitt eftir því sem vinnuveitandunum þóknaðist að borga og þá gjarnan í brauð afgöngum, en fyrir stóran hluta vinnutímans, undirbúning og tiltekt fyrir og eftir lokun búðana var ekki borguð króna. Og ekki var hlutskipti veitingakvenna skárra, lengi fram eftir síðustu öld, en 50 kona sem átti kannski að baki 30 ára reynslu sem húsmóðir og var að skila sér út á vinnumarkaðinn, fékk reynslu sína metna til 3 ára. Svona var tíðarandinn. Laun verkakvenna voru metin af karlmönnum lengst af síðustu öld og almennt þótti þeim ekki við hæfa að konur væri að gera sig jafn gildandi á vinnumarkaði og karlar. Þær mætti ekki skyggja þar á hina raunverulegu fyrirvinnur. Atvinnuþátttaka íslenskra kvenna hefur alla tíð verið talsvert mikil. Þó það verði auðvitað þarna á 8. og 9. áratugnum, getur maður sagt, hálfgerð sprengja í þessum efnum þegar konur sækja í mjög auknum mæli út á vinnumarkaðinn. Þá eru konur auðvitað frekar og í talsvert miklu mæli í hlutastörfum. Það helgast auðvitað bara af því að svona möguleikar þeirra til fullri atvinnuþátttöku eru mjög takmarkaðir. Og þó að konur séu enn í dag líklegri til að vera í hlutastörfum en kallar, þá hefur nú heldur dregið úr því. Ástæðan fyrir þessari miklu breytingu á þessum tíma er auðvitað margþættar. Þarna er að verða auðvitað miklar samfélagsbreytingar, en þarna er auðvitað svona kvennabyltingin í svona miklum blóma, aukin svo kvenna í menntun og svona almenna samfélagsþátttöku, auðvitað skýrir þetta miklu leyti. Svo eru auðvitað þættir eins og aukið aðgengi að getnaðarvörnum sem að gefur konum svona betri stjórn á sínum barneignum og barneignatíðni fer svona lækkandi á þessum árum. Þannig að möguleikar kvenna til virkrar þátttöku svona í samfélaginu og vinnumarkaði þeir aukast. Þarna er líka að hefjast svona, uppbygging á þessu svona velferðarkerfi sem að við þurfum að hafa til þess að gera konum kleift að vera þáttakendur. Ég held að það sem að skipti máli þar líka er aukin þáttaka kvenna í stjórnmálum. Þarna eru konur að koma inn á Alþingi í auknum mæli. Það verður líka sest hér kona í stól borgarstjóra á 10. áratugnum. Þetta skiptir allt máli fyrir það að þessi svona velferðarpólitísku viðfangsefni eins og uppbygging á alvöru dagvistakerfi sem að gerir konum kleift að vera virkir þáttakendur á vinnumarkaði, fæðingarorlof og svona ýmis svona stór velferðarpólitísk mál, þau verða að alvöru pólitískum viðfangsefnum og þetta hefur afgerandi áhrif. Eftir að atvinnuþátttaka kvenna var svona almenn eins og við raun bar vitni, þá urðu þetta til ýmis konar störf sem höfðu verið unnin einhverju hluta inn á heimilum sem færðust þá út í þessa samfélagslegu þroska sem að við viljum auðvitað hafa og viljum undirbyggja ennþá frekar. Og það sem er mikilvægt í dag er að við séum ekki bara að tala um kvennastörf og kallastörf, heldur erum við að tala um störf og við þurfum að tryggja það að þau séu launuð í samræmi með verkgildi þess sem þau eru hverju sinni. Og það má spyrja sig auðvitað hvort að þessi þróun muni halda áfram að konur fara að sækja inn á karlastörfin og ég held að það muni klárlega gera það áfram. Og ef við horfum á eins og raðinagreinarnar sem að ég stendi í forsvari fyrir í dag, að þá höfum við séð þessa þróun síðustu 10-15 ár hið minnsta og jafnvel lengur þar sem að konur hafa verið að sækja í karlastörf eða semst í rafvirkjunina, þeim er að fjölga verulega þar. Þó svo að þetta gerist í mjög hægum og smáum skrefum. Þær eru í dag 2% af okkar félagsmönnum í sveinafélögum og það er auðvitað bara mjög jákvætt. Vinnumarkaðurinn hefur tekið mjög vel við þeim. Þær eru að fá góð laun og stundum jafnvel betri heldur en kallar sem að maður spyr sig hvers vegna það sé. Sumir vilja meina að konur séu bara vandvirkari og samviskusamari og þar af leiðandi sé vera að greiða hærri laun fyrir það.
Það er ekkert minna mikilvægt að sinna þeim sem eru lasnir eða uppeldi barna eða hvað það er, heldur en ég vil að hugsa peninga eða önnur störf. Við þurfum að verðleggja störfi þannig sem hefur ekki verið því miður vegna þau störf sem eru í þessu samfélagsgrunni sem skipta okkur svo miklu máli hafa verið verðlög miklu lægra heldur þau eru og veru og þessu verðum við að breyta. Sko, mín aðkoma svo að ég kom inn í jafnréttisráð og mér minnir 87 og það var margt að skoða og alltaf löng dagskrá. Við vorum að atast í til dæmis eins og bara réttindum kvenna að vera ekki með í neinum stjórnum og nefndum og fara að skoða og hrista upp í þessum málum og hvöttum konur sækisti eftir að fara inn og líka eins og gert enn í dag, en nú er gert með lögum og kvóta. En ég upplifði það sjálf að fara inn í nefnd, þar sem voru búin að vera kallar í meira en áratug og þegar ég mætti á fyrsta fund að þá skildi ég nú ekki alveg tungumálið, en hafði það af og satt svo í þessari nefnd lengi, en smátt og smátt á breyttu tungumálinu út af þessari konu sem kom þarna inn. Auðvitað eru allir orðnir óþolinmóðir eftir því að sjá laun greidd til karla og kvenna. Þetta er auðvitað bara sjálfsagt mál. Það voru sett lög sömu laun til karla og kvenna á 8. áratugnum. Hvað er langt síðan? Og þetta er ekki ennþá fara að virka, ekki sem skildi. Það voru sett lög jafnlaunastaðal fyrir nokkrum árum síðan og vonandi hjálpar það til, en þá auðvitað þetta er að koma í ljós. En mér finnst þetta svo sjálfsagt mál að það eigi ekki að þurfa að tala þetta, en við sjáum þetta í mælingum að það er mismunur á launum karla og kvenna. Það sem að jafnréttisnefndin er að vinna með núna, að við viljum fara að sjá heilbrigðan vinnumarkað. Við viljum sjá tekjuskiptingu og það verður meiri jöfnuður á milli fólks. Við viljum sjá jafnvægi, atvinnuþátttöku og einkalífs og við sjáum það að það eru ákveðin fyrirtæki og stofnanir búin að vera að prófa það að hafa til dæmis styttri vinnuviku hjá fólki. Og það er að skila rosalega góðum árangri. Fólk er minna veikt, það getur sinnt þessum hlutum sem það þarf að sinna í sínu einkalífi eða fara til læknis eða eitthvað, það getur gert það á þessum auka tíma sem það fær. Það er minni veikindi. Það er allir hamingjusamir, þú fær meiri tíma með fjölskylduninu og börnunum og barnabörnunum eða hvar sem þú ert í samfélaginu. Segja bæði konur og karlar sem fylgja þessari sögu eftir frá fyrri tíð til okkar daga og talandi nútíman þegar það kemur að kvennabaráttunni. Ekki er hún í höfn. Jafnréttismálin hafa alltaf verið okkur býsna erfitt verkefni. En ef þú horfir á kjarasamningan okkar, þá eru þeir sjálfir, þegar þú lest á, þá eru þeir kynlausir, getum við sagt. Þetta eru lágmarks kjarasamningar og það er ekki sagt að konur eigi að hafa lægri laun heldur en kallar, það er ekki gert lengur. Vandinn rís í launaákvörðunum. Aðalega, réttindin kunna vera þau sömu, veikindaréttur, orlofsréttur og allt þetta, en ójafnréttið kemur fram í launaákvörðunni. Og það er vandinn sem við höfum við að glíma og við höfum reynt að finna verkfæri til þess að mæta honum. Og jafnlaunastaðallinn okkar sem nú fer að reyna vonandi á næstu árum, bara virkilega mikið, hann mun eitthvað hjálpa okkur áfram, en ég held að það sé ekki nóg. Ég held að við þurfum að skoða mjög vel hvernig við metum störfin almennt. Vegna þess að launa ójafnréttið kemur jú fram eftir því líka hvaða störf fólk er að vinna. Og stóru kvennastéttirnar sem eru að vinna í umönnuninni, sem eru að vinna í grunnframleiðslunni, dóminerað á konum, þær eru lægra launaðar heldur en önnur störf. Þannig að þetta snýst það að við þurfum líka til framtíðar að læra að meta og krefjast þess að störfin séu metin með öðrum hætti heldur en þið gerir í dag. Og jafnlaunavottunin hefur við mikið verið til umræðu. Ég tók þátt í að vinna það verkfærir. Við byrjum þá vegferð árið 2008, verkalýðshreyfingin, Samtök atvinnulífsins og fulltrúar ríkisstjórnarinnar. Þessi vinna, hún hefur verið samstarf þessara 3 aðila alveg frá upphafi. Og ég tel vegna þessa þríhliða samstarfs
að árangurinn sem hann að núna erum við komið lög sem að skylda fyrirtæki og alla vinnustaði sem með 25 eða fleiri starfsmenn að fara í gegnum ákveðu ferli með sína launamyndun á sínum vinnustað og fá ákveðna vottun, en þeir verða þá líka uppfylla þau skilyrði sem jafnlaunastaðallinn setur. Og það sem að ég tel að standi þar sérstaklega upp úr þessi krafa staðalsins. Það ekki bara að horfa á sömu laun fyrir sömu störf, heldur einnig sömu laun fyrir jafn verðmæt störf. Og það það, ef okkur ber gæfa til að innleiða þennan staðal rétt og á þessum forsendum, þá lít ég björtum augum fram á veg. Þar með þriðja þættinum að sögu verkalýðsbaráttunnar að ljúka. Í næsta þætti tökum við fyrir velferðarsigrana á síðustu öld og fram á þessa. Hugsuðum afa og ömmu sem hefðu engan verkfallsrétt, engar atvinnuleysisbætur, engan orlofsrétt. Sú saga í næsta þætti, en á meðan góðar stundir.